Þá höldum við áfram með morgunútvarpið og við ætlum að ræða allt aðra hluti en við vorum að ræða hér fyrir frétta yfirlit. Umræðan blóðmerahald skýtur alltaf reglulega upp kollinum og það kannski ekki að ástæðu lausu. Það hefur ýmislegt bent til þess að þarna sé ekki farið nógu vel með dýrin en hver staðan í dag? Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndar-sambands Íslands og Andrés Ingi Jónsson sömuleiðis þar eru mætt hingað til okkar. Velkomin. Takk fyrir. Ef við tökum stöðuna eins og hún er núna, þetta umræða sem einhvern veginn, eins og ég segi, hún poppar alltaf upp og dettur niður inn á milli en er staðan óbreytt þegar það kemur að blóðmerahaldi á Íslandi? Sko umræðan poppaði þetta aldrei mikið upp fyrir svona 3 árum vegna þess að staðan hefur verið að versna á síðustu árum. Þessi bransi er búin að stækka mjög hratt í kringum aldamót voru kannski 1000 blóðmerar á landinu, nú eru þær í kringum 5000 og þetta er eitthvað sem að við hjá Dýraverndarsambandinu okkur rann blóð til skyldunar að bregðast við þessu og varpa ljósi á það og þetta var líka farið að trufla dýravinn í öðrum löndum þannig að það komu rannsakendur frá svissnesk-þýskum samtökum sem náðu myndum að því hvernig þetta er framkvæmt og það var sýnt í kveik og þegar fólk sér aðfarirnar þá náttúrulega þá er fólki bara ekki sama. Sko, er hægt að alhæfa það allan þennan iðnað eða getur verið að það hafi verið rotið epli þannig inn á milli? Væntanlega fer fólk misvel með dýrin í þessu en grunn starfsemin er bara of harðneskjuleg til þess að hann standist bara þau prinsip sem við viljum viðhafa þegar kemur að velferð dýra. Þarna er verið að halda fylfullar hryssur bara til þess að vinna blóð úr þeim til þess að sé hægt að ná í hormón sem er síðan notað í frjósemislyf sem er aðalega notað í einhverjum verksmiðjubúum út í löndum svo sé hægt að framleiða meira beikon. Þetta snýst að gildur geti framleitt fleiri grísi inn í þámaskinu og sko það er bæði tíðnin og magnið á blóðtöku sem að gengur bara of nærri hverri hryssu til þess að þetta sé forsvaranlegt. Já, sko fyrir 2 árum eða eitthvað svoleiðis þá var EFTA með fingurna í þessu vegna að þá þótti svona hægt að sýna fram að það væri hægt að vinna þessi lyf án þess að taka blóð úr merum. Hver er staðan á því? Vitið þið það? Já, það er náttúrulega til svona kemísk lyf sem að geta komið í staðin fyrir þetta frjósemislyf sem er framleitt úr hormóninu. Já, en hefur þessi ályktun EFTA ekki haft neinn áhrif á blóðmerahald á Íslandi? Kannski ekki eins og stendur en það var þannig að Svandís Svavarsdóttir þáverandi matvælaráðherra setur þarna reglugerð 2022 sem verður þá sérreglur sem má ekki af því að við erum í samningsbundin þarna við EFTA og við verðum að fara því þannig að það er vandamálið og núna verður Ísteka sem er fyrirtækið, eina fyrirtækið í Evrópu sem að gerir þetta þarf að sækja á grundvelli annar reglugerðar sem er reglugerðum velferð notkun dýra í vísindaskyni þau verða að sækja þar og það þurfa þær að gera í haust þannig að þetta leyfi núna rennur út 2025. Það rennur út þá og við þetta er síðasta sumarið sem þeir hafa leyfi og þurfa að sækja það nýtt á grundvelli þessarar Evrópu reglugerðar tilskipunar. Já, við veitum að Inga Sæland hefur tjáð sig nokkuð svona afgerandi í þessum málum. Búistu við því að þessi ríkisstjórn stígi fastast til jarðar þegar kemur að þessu? Já, það er það sem við vonum. Við höfum sett að stað undirskriftasöfnun á áskorum.diravernd.is þar sem við erum að fá fólk með okkur í lið að kalla eftir að blóðmerahald sé stöðvað af því að núna er tímapunkturinn til þess. Ef á að ræða það endurnýja leyfið undir lok þessa árs þá hlýtur að þurfa að ræða það að stoppa þetta bara alveg og einmitt við héldum fund með fulltrúum allra frambóða fyrir kosningar í haust og þá kom einmitt í ljós að allir flokkarnir sem mynda ríkisstjórn núna voru til í að stöðva blóðmerahald. Já, við tölum að stöðva það sko alfarið lagalega séð á hvaða forsendum er það er hægt reynilega virka það að stjórnvöld stígi inn í þetta og loki á þetta eða þarf að tikki mörg box til að hægt sé að loka starfsemi sem þessari?
Það er spurning sko hvort að við séum ekki nálgast þann tímapunkt að það verði bara sjálfhætt vegna þess að reglur í Evrópu eru að verða harðari. Eins og Linda nefndi þá er þessi reglugerð notkun dýraafurða í lækningaskyni eitthvað sem að hefur ekki verið notað til að máta þessa starfsemi við áður. Þegar það gerist þá er mögulega bara engin forsenda fyrir þessari starfsemi lengur. En best væri auðvitað að ráðuneyti myndi bara líta á velferð dýrana í þessu tilviki og átta sig á því að það er ekki hægt að uppfylla lögum velferð dýra og leyfa blóðmerahald á sama tíma. Þetta snýst ekki að stoppa hluti bara að því bara heldur, snýst þetta að leyfa ekki hluti sem geta ekki uppfyllt lög. Og þeir eru alveg á því að þau geti það bara ekki, eða þessi starfsemi. Já, þetta er náttúrulega, sko, ef að það væri farið eftir alþjóðlegum viðmiðun blóðtöku úr dýrum, sem er ekki gert hérna, þá þýddi það að starfsmenn myndi bara vera sjálfhætt. Það vera að taka svo mikið blóð hérna með hvað er mælt með erlendis að gera. Já, þannig að dýrin verði ekki fyrir þjáningu. Og það er staðfest, eða hvað? Það er til þessi viðmið erlendis sem hefur verið að fara eftir svona verklagsreglur blóðtökur úr dýrum. Hvað maður taka oft, við erum að taka, þess að á Íslandi er verið að taka 5 lítra, 8 sinnum í röð, alltaf 8 sinnum í röð, í 8 vikur í röð, alltaf þann tíma. Á meðan það er mælt með að það sé ekki meira nema 2 kannski á viku. Og þetta er bara eitthvað sem er vitað að það er gert, að það er tekið þetta mikið. Já, hérna það náttúrulega bara eru ákveðin viðmið erlendis í Evrópu og í Bandaríkjunum hvað má taka mikið, þannig að dýrin verði ekki fyrir áþjón. Þetta er rosa mikið verið að taka í hverju viku úr hrysunum, sko. En þessi 5 lítra á viku, þetta er alveg fakta, þetta er bara það sem er gert við hrysunar almennt. Já, það er svolítið. Sko, það vill einhvern veginn verða þannig svolítið þegar að umræða á það til að vera svolítið sveiflukenda að það er erfiðara að fá fólk til þess að taka þátt því oftar sem hún einhvern veginn næra þetta niður og koma svo aftur inn. Hafið þið, sko, hvað tilfinningu hafið þið fyrir hvort að fólk sé tilbúið og geti gefið þessu athygli sína og orku núna? Sko, við erum búin að vera með þessa undirskriftasöfnin í gangi núna í viku og viðtökurnar eru strax mjög góðar og við finnum alveg, sko, þegar maður talar við fólk þetta, fólk sem er svona eitthvað staðar nálægt dýravendinni, að þá bara fyrir að sjóða á því. Af því að, sko, þegar við sáum þessi vídeo í Kveik, þegar við sáum hvernig, sko, hryssurnar eru bundnar á einhverjum þröngum básum og það eru reiðar og sveigðar þannig að auðveldra að koma þessari, sko, ótrúlega þykku nálinn í hálslagað á þeim. Þær berjast þeim líður svo augljóslega illa og þarna kannski upplifum við að við erum dýr eins og öll hinn. Þú veist, við tengjum á einhverju leveli við dýr sem að þjást og þarna sér fólk bara einfallega, þarna eru hryssurnar að þjást og það er fólk ekki til í. Þannig að jú, þetta fyrir upp og niður en núna erum við búin að búa til annan vettvang fyrir fólk að sína stuðningi verki, að skrifa undir á dýravend.is og það stendur ekki á stuðningum, maður finnur það er alveg straumur til okkar. Akkurat. Andrés Ingi Jónsson og Linda Karin Gunnarsdóttir hjá Dýraverndarsambandi Íslands, takk fyrir að líta við hjá okkur. Takk. Takk fyrir.